kvöldið og velkomin í Gamesýruna á sunnudagskvöldi. Það er 31. maí. Það er önnur sprengja hérna í kvöld. Þetta er ekkert grín. Þetta er rauninni tómt vesen. Sérstaklega þegar þú ert að skrifa bók UFO og þú ert orðinn hræddur að hún verði outdated þegar hún kemur út. Algjört vesen. Ég ætla að fara hérna aðeins yfir 2 mál hérna, en ég ætla að koma með sprengju í lokin. Þannig að hold steady. Sko, ég ætla að sýna hérna stutt viðtal við hann Ryan Graves. Hann er fyrrverandi flugmaður í bandaríska sjóhernum og áberandi persóna í umræðinu UAP. Hann þekktur fyrir að vera fyrsti herflugmaðurinn í virkri þjónustu til þess að upplýsa opinberlega tilvíst UFO. Og hans áherslur hafa haft með þjóðaröryggi að gera, öryggi geimferðum og vísindaransóknum og svo framvegis. Hann kom fram í vitnaleiðslunum með David Grush og David Fravor júlí 23 og þar lýsti hann því að óútskýrð flygildi UFOs hefðu sést nánast daglega á æfingasvæðum sjóhersins. Og hann benti á að margir flugmenn óttuðust að koma opinberlega fram vegna þess að það tengdist ámæli eða mislægri meðferð innan herdeldana. Og hann var meðan hann sjálfur starfaði sem orrustuflugmaður á F-18 Super Hornet, þá var hann vitni að UFO sem sýndi að sér flughefni sem var með öllu umfram getu allra þeirra flygilda sem hann þekkti. Og þetta er sérfræðingur í flugi, hvað sem var að ræða dróna eða flugvélar. Hann sagði hérna, það kom fyrir að við sáum hlutin sem líktu litlum kassa inn í stærri kúlu eða eitthvað svona hnetti. Leit út eins og samsett form kassi, eitthvað svona hálfglærum hnetti, fáránlegt. Það leit ekki út eins og neitt sem við höfum séð áður í tengslum við flugvélar eða dróna. Og hann sagði þetta hefði hann séð nánast daglega og vísaði þá í nokkra ára tímabil frá árinu 2014. En mér langar að sýna hérna eitt. Það var viðtal við hann á Fox News. Það sem hann er spurður þessara spurninga sem að ég sjálfur hef svolítið spurt. Það er búið að vera að kynna fyrir okkur þetta efni af hálfu stríðsmálaráðuneytis í Bandaríkjunum, war.gov. Og fréttamaðurinn spyr, vitum við eitthvað hvað þetta er? Vita stjórnvöld hvað þetta er? Og Ryan Graves er þungavíktamaður í þessu. Hann er búinn að stofna samtök, eða þetta er eitthvað ákveðin stofnun sem hann stofnaði og hans áherslur eru þá innan þessara stofnuna sem hann stofnaði snúa að flugöryggi. Það er hans ær og kýr. Þannig að við skulum hérna, best að henda þessu upp hérna, bím bara búm. Just have no idea what this is. Do you think that tracks with everything that's coming out? Do you think that they actually know what they are releasing and what it is, or do you think they don't know? I think there's a spectrum in the quality of the information that they have, from very hard to break out, very hard to tell, and is going to lack information that we just don't have to be able to finally piece that together. And that's, I think, what we're seeing now. We're seeing these low quality, ambiguous videos with, I'll remind you, absolutely zero context, right? No location, no background report from the witness, no metadata, no analysis really provided for us. So we're kind of left to fend on our own. With that being said, every indication I've received is that we're on the start of a regular release cycle that is going to go on for some period of time. And I expect that those videos will likely get less ambiguous. It doesn't necessarily mean that we'll be able to derive a certainty or an answer of what they are, but right now there are a lot of, blurry blob moving around the screen, but I'm aware and others are aware that there is much higher fidelity video that I expect and I hope will come out over the coming weeks. And you have been making the calls, you have been knocking on the doors and testifying about this. This is something you spend a ton of time on. What do you want to see happen with these next releases based on what we've gotten the first 2 releases of information from the White House? What do you hope comes out with the next 2 or the next 10?
Well, I think just what I described there. I think we're going to hopefully get videos that are much clearer, ones that reduce the ambiguity, that really actually allow the conversation to move forward. But what I don't see signs of is all that additional context that I just mentioned to you. And again, there's, I think, probably two data sets that are up for discussion here. There is the conversation around a long-running potential disclosure, or excuse me, reverse engineering and UAP program that the government may have been operating for decades. And then there's the data that's been collected since about 2017, 2018, as the stigma has been reduced across all our different military assets and partners. And much of that has been collected instead of being thrown away or rationalized away as it had been in the past. And that's accumulated to 10,000 plus videos that I think we're starting to see, again, some of the ambiguous ones come out. But again, the indications are that there's some high quality video in there that is pending for future releases. In fact, with Já, einmitt 10.000 vídeo skýr, kristall skýr sko, hann var spurður út í þetta í rauninni sko, varandi næsta drop sem er áætlað 5. júní á föstudaginn í næstu viku. Það verður spennandi að sjá hvað kemur þar. Aðra þjóðir eru fattar að kikka inn og við höfum heyrt svo litið varandi Brasilíu, þeir hafa opnað dyrnar að ansi flottum og mikilvægum skjölum, gögnum, myndböndum, skýrum myndum og myndböndum og myndum. Man þarf að fara inn á heimasíðuna hjá þeim í Brasilíu og þetta endar allt á portugalsku sem gerir þetta svolítið erfitt því þú þarft einhvern veginn að búa þetta prófíl og loggað inn, þannig að ég hef ekki gert það sjálfur. En það er hérna eitt sem ég langar að sýna ykkur. Þetta kom fram í dag. Þannig erum við að horfa á Jesse Michaels. Þetta birti hann í dag á X og ég get sagt ykkur það, krakkar, þetta er sprengja. Just interviewed former Brazilian defense minister and current presidential candidate Aldo Rebelo. He has had access to the highest levels of classified state secrets. Og ég er búin að fara yfir þennan mann hérna, þið sjáu hann hérna. Þessi gaur hérna, hvað er þetta hérna? Aldo Rebelo. Hérna er hann. Veist, hann er sko Secretary of Internal Affairs, Chief Staff to the Governor of São Paulo, Ministry of Defense. Hann var varnarmálaráðherra Brasilíu, Minister of Science, Technology and Innovation, Minister of Sports, President of the Chamber of Deputies og Minister of Institutional Affairs. Þessi gaur er búin að vera að síðan God knows when. Og hérna segir Jesse Michaels, sem er þungavægtamaður í þessum UFO-rannsóknum, hann er með, já, þetta er nú eiginlega ekki hlaðvarp lengur, American Alchemist, þetta er meira bara eins og fréttastöð, segir hérna, hann tók viðtal við Aldo Rebelo, and he told me Colares and Varginha, og innan svega, UFO crash involving non-human beings happened. The US better catch up. Hvað eru við að tala hérna? Sko, ég get sagt ykkur það. Ég sá þetta í dag. Ég freaking flippaði. Því að í minni nýjustu bók, UFO 202, þá legg ég áherslu á lönd, altså ekki Bandaríkin. Ég legg áherslu á Suður-Ameríku og fyrst og fremst Brasilíu. Ég fer yfir þetta Colares-mál og Colares-málið, hann segir hérna að þetta raunverulega gerðist. Sko, Colares, Brasilia, 1977. Þetta sko, það sem gerðist í þessu litlu einangruðu, þetta er eyja undan norðausturhorni Brasilíu, var ekki einfalt tilvik óútskýrð ljós og himni, heldur flókið og margþætt atvik með tugum vitna, þáttöku hersins og skráðum líkamlegum áhrifum á íbúa. Sko, á þessum tíma var Colares lítið fiskisamfélag, þar sem daglegt líf snýrist sjávarföll, veður og einfaldan lífstíl, en haustið 1977 breyttist þetta rólega umhverfi
þegar íbúar fóru að sjá glóðandi fyrirbæri á himnum sem sveimuðu yfir hafinu og færðu sem nær landi. Þetta voru ekki aðeins sjónræn fyrirbæri, sum vitni sögðu nefnilega frá geislum sem skutu niður úr þessum fyrirhlutum og voru margir sem báru slæm, sár og víðsvegar líkamann eftir þessa undarlegu og að virtist tilefnislausu geisla árásir. Fólk var veikt, svimaði, sviði í húð, læknar skráðu brunasár og ekkert samrændist þekktum orsökum. Ótti greip sig, fólk hætti að sofa utandyra eins og það gerði áður og kveikti varðeld á næturnar til að halda ógninni í skefjun. Og þetta var að lokum það alvarlegt að brasilíski flugherinn hóf rannsókn undir nafninu Operation Prato. Umfangsmikil aðgerð, þar sem að markmiðið var að skrásetja fylgjast með og ef mögulega væri hægt að útskýra þessi tilvik. Og þetta hérna eru myndir bara brotaðum. Þetta var tekið á brasilíska flughernum í tengslum við þessa rannsókn. Ég skrifaði sem sagt þetta í bókinni UFO 202 og það sem meira Virginia. Það að grínast í mér? Ég veit ekki hvernig ég á að byrja á þessu. Virginia Roswell atvik Suður-Ameríku. 1996, janúar, 13. til 20. janúar, ef ég man rétt, þá hrapar flygildi sem sagt við Virginia og það er vitni að hrapinu, herinn kemur að, það sleppa 2 verur út úr flakinu, þar nást báðar, önnur þeirra látin og hinn ekki. Maður sem sagt hermaður sem handsamar aðra veruna og fer með hana á spítala, hann snertir hana og fær klórfar undir handakrekkan og hann deyr. Við erum að tala vitni sem sagt þessar 3 píur hérna, þær mæta þessari veru hérna við þennan húsvegg. Öll þessi vitni á lífi í dag og eru að bera sem sagt, þessi vitni í dag og hafa sem sagt, flutt bara eðsvorin vitnisburð og síðast bara hérna á þessu ári á stórum fréttamannafundi sem James Fox hélt. Læknir sem að James Fox loksins tókst að hafa upp á, sem átti telepatísk samskipti við þetta kvikindi. Og hvernig enda sagan? Hún endaði þetta bara með því að verurnar og flygildið voru flutt á herflugvöll, eitthvað staðar fyrir utan São Paulo og bandarískar herþotur náðu í draslið og flugu með í rauninni brak, líkamsleifar og eina lifandi veru, líklega á Wright-Patterson flugvöllin. Þar hafið þið það. Þetta er náttúrulega bara fáránlegt. Við erum að upplifa hérna einhverja tíma þar sem spilaborgin, hún er að falla. Öll þessi mál, þessi mainströms mál, eins og Virginia, sem er það nýtt að vitnin eru ennþá lifandi. Bara nánast öll. Þetta er allt að koma heim og saman. Ég meina, heldur fólk í alvörunni, eins og í Virginia-málinu, að einhverju 20 ólíkir einstaklingar með engin félagsleg tengsl sem öll að lýsa einhverjum atburði og frásagnir þeirra samræmast algjörlega hver annari, heldur það að fólk sé að ljúga? Ég hef erfitt með að trúa því. Já, þetta var sprengja dagsins. Nú bíðum við spennt eftir viðbröðum. Við bíðum spennt eftir viðbröðum Bandaríkjanna því að ef að Brasilía er komin svona sterk inn eins og hún virðist vera að gera, þá er aldrei að vita nema að þeir komi bara með sprengju
hérna 5. júní og tala nú ekki það þegar að, eins og ég fór hérna yfir í þar síðasta þætti, þegar að 4 hátsettir þingmenn pluss uppljóstrarar og áhrifafólk í umfjöllun á þessum málaflokk frá New York Times og allt til James Fox sem fjallaði Virginia málið á sínum tíma ætla að fara að koma fram á tröppunum við þinghúsið í Washington og halda hérna einhvern rogue fréttamannafund þar sem þau ætla að uppljóstra öllu sem þau hafa séð í þessum skjölum sem að þau eru að óska eftir að verði gerð opinber. Það sko, þetta er svona köld UFO borgarastyrjöld í gangi innan Bandaríkjanna sem og köld styrjöld milli ríkja því að sá sem kemur fyrst með þessa yfirlýsingu hann er búinn að vinna. Það er bara þannig. Þetta er bara eins og kapplaupið um tunglið. Þannig að krakkar, gaman að þessu. Þetta er reyndar erfitt eins og ég sagði. Ég er að reyna að skrifa bók hérna sem bæði og ég er komin í hönnun ég meina það er búið að prófarka að lesa þetta og hvernig í fjáranum á ég að klára þetta. Herra þetta er næst. Mér þykir vænt ykkur. Þið getið subscribeað og followað Gamesýruna bæði á TikTok og YouTube og svo birti ég þetta líka á Facebook. Það er Gunnar Dan. Þar til næst. Namaste.